Finnur, svakalegu leikur hérna í kvöld. Þið náðu að kreista hann út. Hversu erfitt var þetta og hvað fannst þér þetta? Mjög viðeigandi leikur í þessu frábæra húsasælisskóla. Gaman að koma aftur hérna og þetta svona, mikil sál í sælisskóla og það gaman að spila leikina hérna. Þetta var bara erfið leikur, maður bara þeir eru bara mjög fastir fyrir og gerðu bara mjög vel köflum og við mistakir, við erum að kleka mikið af svo færingum í korfinu sem við erum vanir að klára vítaleikinni og hræðilega sko, en styrkleikamerki að sína það að kannski að eiga ekki betri sóknarleik en þetta og samt ná að vinna. Hér hefur svona, þetta er svona fullskipaður hópur hér og bara segir hreint út og það eru rosalega gæði í þessu landsliði. Það er ekkert að myndi mála og en liðið eins og ég verður bara að sína ákveð til þess að geta allt í tré við ykkur og þeir gerðu það í kvöld. Svolítið mikið af köflum og maður sá eins og var ekki bara ágætt að fá svona frumröð fyrir út og læsa það. Sáðu þeir fengur tæknivillu og þurftu ekki að tala við það og... Það voru svolítið vannstyrkir, ég veit ekki hvort að menn séu svona fannar aðeins að hugsa inn í jóluna en það var svona, við erum búin að ganga vel undanfarið og það er mikilvægt ekki svolítið saman að öllu ferli að upplifa og lenda á einhverju veggjum og mér varst að lenda á klála vegg hérna sem að náðum að stíga yfir. Ég segi, okkur gengir vel undanfarið einhverja leikir, þá eigum við langt í land og þurfum að vera miklu betri heldur en við erum í dag sko. Þannig að gleðiefni allan að ná að snúa sig við og klára sigur og fara inn í jólafrí þannig. Það sé nú ekki oft, það voru 15, 16 tímabili bara að leikurinn var að vera búinn, ég veit ekki hvað þetta endaði en sá samt að það var einn leikmaður sem kom inn á og hann var sko tilbúinn í þennan leik og elskar að spila svona leiki. Húkur, hann bara þrýst á þessu. Já, hann alltaf... Þetta er bara svo konfektur þetta. Þetta er bara, þetta er svona leikin sem þú vilt spila frekar en svona þægilegir eitthvað með þessu. Þetta er skemmtilega svona, þannig að ég held bara að við lesum ekki of mikið í þetta, við höldum bara áfram, við heitum að við erum að æfa vel yfir jólin og tökum það smá yfir helgina og svo bara heldur prógramið áfram, núna þegar að deildin er ánægður allir búin að spila við alla og það finnst svona að hægt að meta betur stöðuna í deildinni en það er langur vegur eftir þessu móti og lítið eftir að draga einhverjar ályktanir af því sem við búið við það er mikið eftir að breytast, það er mikið að mannabreytingum í jólun þannig að þetta bara spennandi hlutum setjum við til fólkvölda. Hvað finnst þið svo þessu umræði sem hefur komið upp með að leika með jól og nýjás? Er þú ánægður að vera komin í jólafrí bara? Já, ég var að tala um þetta sé einhver svaka tími en þetta er einhverju réttur að 2 vikur og mér hugnast ekkert sérstaklega mikið að vera að æfa á aðfangadag og jóladag og vera að spila annars 28 þannig að það er líka kannski að leifa sjálfbúlun. Ég skil alveg rökin þannig að það var alveg hægt að spila fleiri leikir sem held en ég held að það er bara mér líður betur að fá smá tíma til að skoða og liðin fá smá tíma til að svona kannski endurhugsa það þannig að það er liðin sem eru að brúsa með siglingu þeir vilja örugglega spila með jólunum. Það eru flott þetta, takk fyrir og gleðileg jól.